dag ætlum við að nýta flugu sem er ofboðslega vinsæl og held ég geti fullyrt að hún finnist í flugubóksum hjá flestum ef ekki öllum fluguveiði mönnum og konum sem er að veiða silung. Þetta er fluga sem var upphaflega hönnuð og nýtt af enskum herramanni sem hét Frank Sawyer og þetta er flugan Pheasant Tail. Frank Sawyer nýtti þessa flugu einungis úr tveimur innihaldsefnum, það er að segja úr fasanafjöðrinni sjálfri og koparvír. Við viljum hins vegar að hafa hana örlítið nær nútímanum í bæði útliti og hönnun, þó svo að gamla orginal flugan virki að sjálfsögðu ennþá. Krókurinn sem ég ætla að nota í dag heitir F2-561 frá Arex. Þetta er stærð 14. Hún þolir vel að vera töluvert minni, þessi fluga. Og 16, 18 jafnvel, en þá kannski farið að vera erfitt að nýta hana allavega á þá vegu sem ég ætla að nýta hana í dag. Þetta er óþyngd fluga, engin kúla og þess vegna er ágætt að hafa í huga að reyna að skilja eftir nokkra 1, 2, 3 mm hérna hjá auganu til að eiga upp á að hlaupa þegar það kemur að því að klára fluguna. Nú byrjum að festa þráðinn. Færum hann alveg aftur þar sem bugurinn byrjar á grófnum. Skott og búkur er úr Pheasant Tail. Svona algengustu mistökin sem ég hef séð með Pheasant Tail og kannski þau mistök sem ég gerði líka þegar ég var að byrja var að hafa skottið og búkinn aðeins og hafa of margar fanir þar að segja í skottinu og búknum. En það gerir að verkum að búkurinn verður svolítið bústinn og kannski of efnismikill sem kannski kemur í veg fyrir að flugan sökkvi eins og hún á að gera. Hún á náttúrulega að fara aðeins fyrir neðan filmuna þó svo að það sé ekki kúla. Ég reyna að miða við að taka cirka 4 til 5 fanir af Pheasant Tail og það er ágætis að ráða þegar maður er að taka svona í skott og vill hafa endana jafna að slíta fanirnar beint út frá stilknum. Lengdin á skottinu, það er eflaust einhvers staðar skrifað hversu langt það á að vera. Það ágætt að miða við legglengd, kannski örlítið styttra. Festu það niður. Fyrsti vafningur þéttur og sá næsti líka. Nokkra vafningar fyrir framan til að tryggja þetta. Nú vöfin í þessa flugu það er koparvírinn, eins og ég sagði áðan. Þessi vír er mjög fínn og þunnur. Klippi nokkra sentimetra á honum. Þegar ég hnýta niður, reyni ég að stilla hann upp þannig að hann lendi á nærhliðinni, þessi minni hlið. Stundum gengur það svona líka glimrandi vel. Hnýta hann svo niður þannig að hann leggist meðfram hliðinni og endi aðeins fyrir neðan. Ekki alveg undir en hér bil. Svona. Mér finnst ágætt að byggja undir afturbúkinn smá spís. Þannig að fanirnar leggist fallega. Þó ekki á mikið. Og ég er með hvítan þráð og þess vegna ætla ég að nota túspenna
til þess að lita undir búkinn. Þetta er Pro-Marker, fæst í öllum ritfangaverslunum, gerir ég ráð fyrir Kakó Brún. Þetta er nú bara svona svo að sjáast ekki neitt hvítt undir. Sjálfur sér ekki nauðsynlegt. Nú, Face and Tail fanirnar eru viðkvæmar og því er ágætisregla að setja smá tónatak. Þetta er bara venjulegt superglue eins og sést. Það er hægt að fá lím sem eru sérhönnuð í flugnýtingar, meðal annars frá Sapagap. Tónataki hefur svo sem reynst mér ágætlega í þessari vinnu. Smá dropa á nálarót, þarf ekki mikið, þetta er bara rétt til þess að halda fönnunum á sínum stað. Átakið þarf ekki að vera mikið þegar við vefjum og í rauninni má heldur ekki að vera mikið vegna þess að eins og áður sagði, þetta er viðkvæmt efni. Ágætt það munar litlu ágætt að vefja í cirka einu sinni oftar heldur en við þurfum, svo við höfum einhver smá efni upp á að hlaupa. Svona. Það var vírinn. Ég vef honum yfirleitt að rangsælis, sem sagt miðað við í hvaða átt ég vafði Face and Tailum. Staðarlega sé að það gerði fluguna sterkari og ég ætla bara að kjósa að trúa því. Þetta var flott. Klippum vírinn í burtu. Nú þá er ekkert eftir nema vænghús og þórax. Vænghylki og vænghús hefði ég átt að segja. Og það að minnstakosti vænghylkið er úr Face and Tail líka. Ég tek örlítið fleiri fanir í vænghylkið vegna þess að ég ætla að nota endana á fjöðrunni fyrir lappir. Nú hversu margar er kannski engin ein rétt tala en 10 til 15 og aftur slítum beint út frá stilknum svo að þetta komi allt saman jafnt. Auðvitað þarf þetta ekki að vera jafnt upp á millimetr og það er það sjaldnast hjá mér en það er ágætt að reyna það allavega. Nú lengdin á löppunum, ég reyna að miða við að það sé sirka jafn langt og skottið. Kannski örlítið, já, sirka jafn langt kannski. Það má vera lengra, má vera styttra en ef það verður of stutt þá verður erfitt að skipta fjöðrunum og eftir eins og við gerum. Nú aftur eins og ég segi, því að við erum ekki með kúlu til þess að hjálpa okkur að miða við og hnýta upp að, það er ágætt að passa sig á lengdinni, það er að segja hversu langt við förum með þráðinn. Nú frambúkurinn eða þóraxinn, það er í rauninni hægt að gera nú hvaða efni sem er, dubbi, vír, kóparvír kemur mjög vel út. Ég hef notað náttúrulegan íkorna og héra, en í dag ætlum við að nota píkokk. Það eru bara ósköp venjulegar náttúrulegar píkokkfanir. Nýtir það niður. Hér eru aftur
komin á það stig og við þurfum að líta þráðinn. Og eins og áðan þá píkókkfanirnar ansi viðkvæmar. Til að auka endingu á flugunni gott að setja smá tónatak. Og aftur þarf ekki að vera mikið. Þá að vefja píkókkinu fram, reynum að gera það nokkuð þétt og tökum ekki of hart á fönunum. Stoppum cirka millimetr, kannski 2 frá auganu á króknum. Og klippum í burtu. Nú þetta allt farið að líta ansi vel út. Nú lappirnar og vængkilkið. Við erum með brúskinn af fönunum sem við nýttum inn á áðan. Það sem við gerum að tókum hann fram og reynum að stilla hann þannig að hann lendi þokkalega beint ofan á. Festum hann niður, 1, 2 nokkuð þéttum vafningum. Nú erum við komin með brúskinn fram og þá skipti ég honum í tvennt. Ekki lykilatriði að hafa þetta alveg fullkomlega jafnt, en allt í lagi svona að reyna að stefna á það að minnsta kosti. Og ég festi niður annan brúskinn í einu. Þetta lítur svona út hjá okkur. Byrja á þessum sem það fjær mér. Einn, 2. Tekið þann sem nær mér, þrýst honum aftur. Og festa hann niður. Það alveg hægt að hreyfa þetta örlítið til. Sjálfsagt að gera það. Nú þá lítið eftir hann að klára hausinn og aftur notum við túspennan góða. Og að því að við pössum okkur á því að hafa smá pláss fyrir hausinn, þá þetta ekki mikið mál. Þetta verður erfitt ef maður hefur ekki í huga að maður þarf þarna einhver kannski 2 mm, 1,5–2 mm til þess að klára hausinn. Hnúturinn klár. Og lítið eftir hann að lakka.
nálin öll orðin út í tónatæki. Svona. Þetta sá fesantil, eða svo típa af fesantil sem ég nota kannski hvað mest. Ég hef ekki notað mikið af fesantil með kúlu, en þennan nota ég sem efriflugu í droppir eða jafnvel bara sem aðalflugu ef fiskur í yfirborðinu. Fesantil með löpum, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.